höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að kíkja í samkomuhúsið. Ok, við ætlum ekki að kíkja í samkomuhúsið en hingað eru komnir tveir leikarar úr Kabarett. Velkomnir Hákon og Karl Ágúst. Takk fyrir. Takk. Það er frumsýning í kvöld, bara eiginlega núna. Hvernig líður ykkur? Ok, það er dagurinn á undan, en hvernig líður ykkur? Já, mér líður bara mjög vel. Þér líður vel? Já, ég er bara... Þú ert til í þetta? Ég er alveg til í þetta. Já, þetta er rosalega spennandi. Þetta er gaman að... Þetta er þessi svona... Þessi töfrandi tími þegar að frumsýningin er að bresta á, allir búnir að vinna eins og skepnur, gangi gegnum eitt og annað, en þegar maður sér markið, endamarkið, og er að svona leggja í lokasprettin, það er ofsalega góð tilfinning. Já, þetta er alveg sturlaður tími, bara rétt fyrir frums. Það er allt að gerast. Allt að gerast. Og gerir svo margt á þessum síðustu dögum. Já, það er eiginlega svolítið leyndarmál í leikhúsinu. Voruð þið ekki bara að fá hljómsveitina á mánudaginn? Jú, þetta ekki. Það var bara mjög stutt síðan og náttúrulega gerðist alveg hellingur þegar hún kom inn í hús. Fram að því voruð þið hvað, bara með playback eða? Já, og píanóleikara. Já, píanóleikara. Við vorum með 2 frábæra píanóleikara sem hafa unnið með okkur oft heilu dagana. Já. Og það var æðislegt. Já. En auðvitað, það gefur manni svona auka púst þegar heil hljómsveit mætir á sviðið. Já, og þetta er stór hljómsveit. Hvað, taldi það nú ekki? Já, 10 manns. Ég fekk nefnilega að sjá æfingu í gær. Hvað segirðu? Já, er ekki 10 manns? 10 manns, ég hef ekki talið á, en ég held að það sé svona það bil. Þetta er alveg magna. Og Hákon, þú ert útskrifast bara í vor, eða ekki? Jú, það passar. Og hvernig er þetta að leggjast í þig? Nú ertu bara að byrja þar í vinnunni. Já, þetta er í sjálfu sér ekkert öðruvísi en að bara þegar maður hefur verið að leika eitthvað áður, sko. Þú veist að þetta er náttúrulega svona kannski svona stærsta pródúksjón sem ég hef verið í og svona þannig en... Lékstu eitthvað áður en þú fórst í leiklistarskólann? Varstu með reynslu þar? Eða sérst áður en þú fórst þar? Já, bara svona í menntaskóla og svoleiðis, ekkert svona í atvinnuleikhúsi eða neitt þannig en ég svona fekk tækifæri til þess að vinna með svona flottum leikstjórum í MH og þannig að þá svona byrjaði þetta allt saman. Já, þú þekkir kannski, maður er náttúrulega búinn að kynnast þessu í skólanum, hvernig hlutirnir ganga fyrir sig. En þetta er svolítið stórt hlutverk. Kynnirinn, MC, er ekki kallað Master of Ceremony? Jú. Og mæðir mikið á þér? Já, það gerir það og þetta er svolítið sérstakt svona þýldunum til að ég er svona mest í samtali við áhorfendur. Já. Ég er ekki í neinum svona senum með öðrum leikurum. Það er svolítið sérstakt. Við sko til dæmis tölum ekkert saman. Og sjáumst aldrei á sviðinu. Nei, einmitt. Og segja mér að Karl Ágúst verði þarna og Andrea Gil og ég bara frábært að leika móti þeim og svo... Svo ertu ekki að leika móti þeim? Skott ég fekk ykkur báða í sófan alltaf, við getum talað saman núna. Já, snuðaður. Já, þetta er alveg rétt hjá þér. Þú ert bara að leika á salinn, bara að tala við áhorfendur. Það er svolítið spes. En hvernig er þetta ferðalag búið að vera? Þið er búin að æfa náttúrulega í þessar standard 8 vikur eða hvað? Já, það vil. Og allan tíman í samkomuhúsinu á sviðinu eða hvað? Já, mestanpart. Já. Þetta er búið að vera mikið ævintýri og sko, kannski, það er alltaf svolítið öðruvísi að æfa söngleik heldur en aðra sýningar. Við vorum með frábæran danshöfund. Lee Proud frá Er hann farinn núna? Breitlandi, hann er farinn núna. Kemur ekki aftur fyrir en í janúar? Janúar, já. Þá var hann að koma og sjá okkur. Já! Þannig að hann þurfti eiginlega að stinga okkur af þarna fyrir svona viku. En þá var hann búinn að leggja þetta allt. Þá var hann búinn að leggja þetta og náttúrulega vegna þess að við vissum að við hefðum hann kannski svolítið stopult. Þá hafði hann sko forgangsrétt að öllum leikurum á meðan hann staldraði við. Þannig að þá voru dansarnir æfðir alveg óbóðslega stíft. Það eru frábæri dansar í þessu, frábær hópatriði. Já, ég er sammála því. Alveg, mikið að gerast á þessu sviði. Já. En Lee hann er með mörg járn í eldinum, þannig að hann er hoppandi á milli Íslands, Þýskalands, Bandaríkjanna og Japans og allstaðar að koreografera. Já. En væntanlega ekki bara kabarett. Nei, hann er með alls konar, hann er orðinn svona, ég held við getum alveg kallað hann heimsnafn í þessum leikhússcenu. Bara ef það er söngleikur og dansnúmer þá er hann mættur. Það er hóað í hann, hann hefur alveg eiginlega of mikið að gera. Já. Það er uppselt náttúrulega, það er frumsýning í kvöld, það er uppselt á hana og svo 2 næstu sýningar. Og þarf ekki fólk bara að hafa hröð handtök svona? Ég myndi ráðleggja því að krækja sér í miðan? Já, falla ekki á tíma, sko. Nei, þegar það eru bara fyrirhugað hvað? 10 sýningar til að byrja með? Já, er það ekki. 8 eða 10. 8 eða 10, já. En ef það verður allt sturlað og allt uppselt, þá getið þið bætt við. Eða eru þið búin að bóka ykkur bara í næstu verkefni?
Já, ég hugsa að það verði bara skoðað. Já. Maður náttúrulega byrjar á því að æfa næsta verkefni, þannig að kannski eru kvöldin ekki alveg öll farin. Nei. Já. Þú ætlar að vera hérna áfram á Akureyri? Ég ætla að vera staldra aðeins við fyrir norðan, já. Ég ætla að vera að vinna hérna líka eftir áramót í öðru verkefni. Hvað tekur við hjá þér, Hákon? Ég fer í Þjóðleikhúsið, í Jónsmessunætur Draum. Já. Og æfingar þar byrja seint í desember. Já. Þannig að það er ekkert löng pása hjá þér? Nei, bara engin næstu. Bara engin, bara sína og næsta. Já. Og hver ætlar að leikstýra því? Það er hann Hilmar Jónsson. Já, spennandi. Þessu leikstýrir Marta Nordal. Já. Leikhússtjórinn okkar. Leikhússtjórinn, já. Og það eru fleiri leikarar í sýningunni, ekki aðeins að nefna þá? Jú, er það ekki? Hefur nokkuð að vera því. Hefur nokkuð að vera því, tölum aðeins meira ykkur. Það er hérna Jóhann Axel, hann er að leika þarna. Jóhann Axel, já, leikur þarna mikinn þjóðerni sinna. Þjóðerni sinna. Já. Þetta er þessi tími þegar uppgangur nasistana þarna. Já, þetta er akkurat sá tími. Þetta gerist bara skömmu áður en að nasistar vinna stór sigur í kosningum í Þýskalandi. Og þá er þinn karakter í hættu. Já, það fer ekki vel fyrir honum. Herr Schulz-greið. Já. Stóri hættu. Já, svo er náttúrulega Andrea Gylfa. Hún er Fräulein. Fräulein. Hvort segir maður Fräulein eða Fräulein? Ég segi Fräulein, en já. Schneider. Ég er nýbúinn að læra þetta af Galla, sko. Ég sagði alltaf Fräulein. Fräulein, það er Fräulein. Það er Freu. Það er Freu, sko, maður á hreinu. Fräulein Schneider. Aha. Já, hún syngur mörg flott lög. Já. Og svo náttúrulega Ólöf Jara, hún er aðal, hún er Sally Bowles. Já. Bowles. Já. Og syngur hérna og dansar eins og engil. Syngur gríðarlega mikið dansar og leikur. Og svo mæðir svolítið á Birnu, hún var miklum hraðaskiptingum. Birnu Pétursdóttir. Já, hún er í alveg. Hún er alveg bara í rosa dansatriðum, svo hverfur hún og sekundubrótið seinna kemur hún í öðrum búning. Ég held að hún vinni sýninguna í búningaskiptum. Já. Og svo Hjalti. Hjalti Rúnar. Já. Þetta eru svona leikhlutverkin og svo náttúrulega eru þarna dansarar. Og tveir ungir verkmenntaskælingar, er það ekki? Jú. Og hinnir eru dansarar. Já. Þetta er stóra mikil sýning og hún rúmast ótrúlega vel á þessu litla sviði. Já, þetta svið er bara algjört galdra rými, sko. Já, og sviðsmynda hönnurinn. Já. Hver er það? Auður. Og hún gerir búningana líka. Já. Þeir eru brilljant, þessi búningar. Ég hefði mestar áhyggjur að þú væri með tattoo bara svona á öllum líkamannum. Þetta er rosa samfarandi. Já, en svo sér það er ekkert grín að ná þessu af, sko. Þú nærðir þessu ekkert af. Þetta er bara lím núna sem er eftir, sko. En þarft að ná þessu af og fá nýtt fyrir hverja sýningu? Nei, ég þarf þess nú ekki, sko, en ég svona vill heldur ná þessu af, sko, þegar það kemur heil vika eða hér þú vilt hafa þetta svolítið flott kannski á frumsýningunni. Já. Og svo kemur þetta vikubil á milli, þá nennir þú kannski ekki að vera með þetta. Þetta er svona leiðilegt, sko. Það er í sundlögunum og svona, það getur. Þetta er mjög flott, en hérna bara takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og við hvetjum fólk til að skella sér á kabarett, jafnvel að bara fljúga norður ef það býr ekki hér, gera einhverja ferð úr þessu, því að það verður engin svikin, þetta er veisla í vændum. Já, ég held að við getum alveg lofað því. Takk kærlega fyrir komuna, gangi ykkur vel. Takk.